hingað komin Vigdís Hrefna Pálsdóttir sem ég reyndi nú að fá einhvern tímann en þá varstu í uppskurði út af fætinum og ég ætla að bjóða þig velkomna. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma. Þú ert hér á hækjum, fótbrotin á báðum, en bara í gifsi á annarri, þannig að þú kannski hafir fótaferð eða hvað? Já, ég sem sagt ristarbrotin á vinstri fæti, þannig ég get stigið í hælinn þar. Já. En ég ristarbrotin og hælbrotin á hægri fæti og það má ekki stigið hann í 12 vikur. Einmitt. Þannig að það er þolinmæðisverk. Segðu okkur nú aðeins frá því hvernig þetta gerðist, alveg líka fyrir alla sem að hafa bara ekkert heyrt af þessu óhappi. Þetta er sem sagt fyrsta æfing með áhorfendum og það eru 300 manns í salnum og... Fyrir verkið hleyptu þeir rétta inn? Já, hleyptu þeir rétta inn í leikstjórn Selmu Björnsdóttur í Þjóðleikhúsinu og ég er að leika þar 12 ára stelpu sem er vampíra, sem er mörg 100 ára líka. Já. Og býr yfir náttúrulegum hæfileikum, getur klifrað eins og vampírur geta. Já. Og það er sem sagt, þetta er eiginlega fyrsta atriði eftir hlé. Fyrri parturinn hafi bara gengið nokkuð vel og ég klifra sem sagt upp leikmyndinu svona stór veggur og ég klifra upp vegginn og á síðan að klifra svona þvert yfir vegginn og það er atriði í gangi hinum megin á sviðinu. Það eru Þröstur Leó og Pálmi Gess. Og ég er að held í handfang og stend á svona litlum nippum og er að skipta hendi sem má ekki gera þegar maður er að klifra. 3 punktar, skilurðu. Já. En ég gerði það samt og ég veit ekki af hverju ég náði ekki takinu af því ég hafði gert þetta áður og var náttúrulega margbúin að æfa þetta og allt það en ég sem sagt var ekki í línu og ég næ ekki taki og ég dett. Bara beint aftur fyrir þig? Já, dett niður 2,5 metra og lendi á fótunum, brýt þá, á palli sem sagt, sem var á leikmyndinni og dett aftur fyrir mig og fyrir svona hálfhring og lendi bara flöt 2,5 metra á sviðinu. Og ég misti aldrei meðvitund og ég man alveg þess að skríti, það gerðist svo hægt. Ég má ekki segja orðið en ég hugsaði, ég er að detta. Já. Ó nei, ég er að detta. Og svo lendi ég og ég tók ekkert eftir þessu á milli þannig með fæturna, ég bara lent og ég hugsaði, andskotin, ég hef dottið. Þetta verður eitthvað vesen. Já. Og bara... Það er fullusalar fólki. Já, og ég heyri alveg í áhorfandunum. Þú veist, þau grípa andan á lofti og svo lendi ég og get ekki hreyft mig. Og þá er fólk að æpa og eitthvað svona, ég heyrði það ekkert. Ég hugsaði bara, ætli ég sé búin að brjóta í mig tennurnar. Og ég þreifa svona með tungunni. Nei, það eru heilar. Ég get ekki hreyft mig, ætli ég sé lömuð. Nei, afi lætur mig ekki lamast ekki á þessu sviði. Afi Baldvin Halldórsson heitinn, hann sem sagt var leikari og leikstjóri við Þjóðleikhúsi yfir 40 ár. Ég veit ekki af hverju, það kom bara upp þarna. En þetta var algjört kraftaverk af því þetta voru 5 metrar og ég lenti á höfðinu og ég hefði getað lent á svo marga vegu og það er svo ótrúlegt að þetta hafi farið svona að ég skildi ekki bara fá einhvern skaða á höfuðið eða hálsinn eða hrygginn eða neitt, þannig að ég er bara ótrúlega heppin. Sko, RÚV var á þessari sömu sýningu að taka myndir. Já. Bara fyrir hlé meðan allt gekk á óskum. Mágur minn. Já, er það? Var hann að kameru? Þannig að það er ekki til hennar myndir af þér að detta, en það er ekki við sem við myndum endilega vilja sjá það, en það eru til myndir af þér vera að príla þarna uppi. Skulum sjá þær aðeins núna. Ok. Já. Hvað ertu að gera? Já, ég bara að æfa mig. Til hvers? Til að, ef morðinginn skyldi nú koma. Hvaða morðingi? Hefur ekki heyrt morðingjan? Heldur ég væri að spyrja þig ef ég hefði heyrt hann? Já, það var það náunginn sem drap mennina. Hann slátraði þeim eins og svínum. Jú, þeir sögðu hann hefði gert það. Svo að hann hefði hengt á svona upp á hvolfi og svo bara skorið á háls og hort bara blóðið leka úr þeim.
ég er ekki að ljúga, sko, hann slátraði þeim eins og svínum. Já, nefnilega. Því það var svo trættur. Ertu að stinga með hnífnum út í loftið að þú trættur? Nei. Ok, þú ert nú ekki að príla þarna á hæsta punktunum. Nei, ég fór í greinina fyrir ofan og það var búið að æfa þetta allt vel en svona eftir á áttuðu við okkur á því. En þar sem þú varst að príla þegar þú dast, var það á veggnum hana fyrir aftan? Já, það var á veggnum fyrir aftan. Já. En það er búið að breyta þessu atriði núna. Já, þetta var ekki sniðugt. Nei. Þetta voru mistök. Og það sem gerðist síðan var það, náttúrulega, sko, að því ég veit að aðstandendur, þeir fengu sko áfallahjálpa því að þetta var svo svakalegt að sjá þig þetta. Já, þau héldu að ég væri dáin. Já. Að því þú lást hreyfingarlaus. Já. Og hvað, tjöldin fóru bara fyrir, er það ekki? Já, tjöldin fóru fyrir og það var það voru 2 læknar og hjúkrunarkona í salnum og annar læknirinn, hann ég hef aldrei þakkað honum fyrir, ég ætla að þakka þér fyrir, kærlega. Hann kom strax upp á svið, hann og Gísli Örn. Já. Gísli var líka rosa snöggur að hugsa. Ok. Af því að fólk bara lamaðist. Leikstjórinn Selma sagði mér að ég stóð strax upp og svo bara lamaðist ég. Já. Og já, hann sem sagt sýndi mér og athugaði hvort að mænan væri sködduð og eins framlá hann gat og snýri mig við og var hjá mér allan tíman, læknirinn sko, og Gísli líka. En ég var róleg allan tíman, ég var aldrei hrædd. Einmitt. Sem ég held að sé nú bara minn eigin bjánaskapur sko, að ég var bara alveg róleg sko. Er ekki líkamenn sendir einhver svona efni til að deyfa mann niður? Ég fór bara að hafa áhyggjur af því hver gæti hoppað inn. Í alvöru? Fórstu strax að hugsa það? Já. Og það sem gerðist var síðan það að þú dettur út úr stikkinu eðlilega, en og það bara ný leikkona æðin. Já, mér fannst að ég var nú alveg hörð á því bara strax sko að það ætti að gera það. Já, en það var einhver umræðum að fresta þessu, bíða eftir þér og fresta þess til hausts. Já, en það held ég hefði ekki verið góð ákvörðun. Nei. Og Lára kom inn og æfði þetta á 2 vikum sem er alveg ótrúlegt og rúlar þessu upp. Já, og varst á frumsýningunni? Já. Var það ekkert erfitt? Alveg í lokin, þá fannst mér það erfitt. Klöppuðu þig upp á sviði? Já, ég fór upp og hneigði mig. Er það? Og þá var þetta svolítið yfirþyrmandi. Ég var einhvern á hækjunum og fullur salur að klappa og allt í einu var ég bara svona. Og fórstu að gráta smá? Já, smá. Það var nú bara fínt. Þú átti það alveg inni. En þetta er nú alveg ótrúlegt og bara eins gott að það fór ekki vel. Já, ég var mjög heppin. Já. En hvað er framöndan hjá þér? Meina, þú ert að vinna í því að ná þér af þessu? Já, það er bara, eins og ég segi, þolinmæðisverk. Já, muntu hoppa inn í sýninguna, hún fær frábæra dóma, allir rosalega hrifnir af þessari sýningu. Já, þetta er skemmtileg sýning. Já. Þetta er mjög flott sýning og óvenjuleg. Já. Og er að, mér finnst leikhúsi vera að þjóna hópi sem er ekki oft sinnt, sem eru, unglingar. Já, og þegar þú ert búin að ná þér, muntu þá koma inn á sviðið og segja, þetta er mín sýning, farðu frá. Nei, það held ég ekki. Nei. Ég hugsa ekki, hún er búin að gera þetta bara sínu. Og veistu eitthvað hvað þú ert að gera þegar þú ert búin að ná þér einhverju hlutverki í haust eða eitthvað? Já, ég veit, við Breki erum að fara að vinna saman, en ég held að mig ekki segja frá því. Ertu kallaði Breki? Ég kallaði Breki. Þið segið það bara núna? Þú ert búin að kallaði Baltasar Breki allan þáttinn. En já, ég ætla að vera aðstoðarleikstjóri í verki sem að það fer í æfingu núna í vor. Er þetta djöflegan? Nei, annað verk. Ok, það má ekki segja það greinilega. Nei, ég veit það ekki. Ok, bíðum bara með það. Þannig að ég verði ekki alveg geðveik heima hjá mér með prjónana. Þá fæ ég að vera svona aðeins. Við ætlum að kalla inn einn gest í viðbót sem ætlar að flytja fyrir okkur lag. Ég er hérna með stól, handað henni og hún á að sitja hér. Gjörðu svo vel, Hildur. Af því ég er búin að vera að klúðra hérna nöfn